Já, góðan daginn og verið velkomin á leik Kára og Víðis í undanúrslitum Lengjubikars B-deild. Ég heiti Auðun og með mér í dag hann Hilmar. Blessaður. Hvað segir Hilmar? Góður. Hvernig ertu svona eftir síðasta Kára-leik? Ég er ópeppaður fyrir þessum leik. Já, frábært. Það er ekki annað hægt. Nei, það er ekki annað hægt. Káramennum í dag með sigri mæta þá Hetti Huginn Já. á austan á laugardaginn. Liðið sem að vinnur mæti þeim í úrslitum í þessari B-deild. Við skulum bara fara yfir byrjunarliðin. Byrjum á liði gestana. Í markinu hjá Víðismönnum er Joaquín Ketlun Sinigaglia og svo koma aðrir nr. 6 Paulo Gratton, hann er fyrirliði. Nr. 7 Alexis Alexandrenni. Nr. 9 Markus Máni Jónsson. Nr. 11 Uros Jemovic. Nr. 14 Daniel Benítez Fidalgo. Nr. 17 Kristóvá Martins. Nr. 18 Björgvin Freyr Larsson. Nr. 21 Cameron Michael Briggs og nr. 22 bróðir hans Dominic Lee Briggs og svo nr. 26 Robert William G. Baguley. Og bekknum hjá Víðismönnum í dag er varmarmaðurinn Jón Orri Sigurgeirsson og aðrir leikmenn eru Hamed Obafemi Laval, Dusan Lukic og kannski fullt að sjá leikmann nr. 10 David Toro Jimenez á bekknum, valinn leikmaður ársins í þriðjudeildinni fyrra. Svo koma Haraldur Smári Ingason, Þóri Guðmundsson, Kristófer Snær Jónsson og þjálfarar Víðismanna er Snorri Már Jónsson og Örn Steinar Marinósson, aðstoðarþjálfari. Hörkulið hjá Víðismönnum. Heldur betur. Þetta er bara mjög sterkt lið og hann má búast í jöfnum leikir í dag. Smá róteringar á liði Káramanna frá síðasta leik en í markinu eins og ávallt Kristján Hjörvar Sigurkarlsson. Svo koma nr. 2 Benjamin Mehits og fyrirliði í dag Tómas Týr Tómasson. Já, áhugavert. Maður hefði nú haldið að eitthvað svona aðeins reyndar en hann, en það er flott að hann fái bandið líka. Já, svo koma Gísli Fannar Ottisen, nr. 9 Matthías Daði Gunnarsson, nr. 10 Mikael Hrafn Helgason, nr. 14 Hektor Bergmann Garðarsson, nr. 17 Máni Berg Erhardsson, Martin Theodorsson, Sveinn Svavar Hallgrímsson og svo Þór Lorentz Þórðarsson. Á bekknum eru Kasper Úlfarsson, Marino Hilmar Ásgeirsson, Sigurjón Logi, Börkur Bernharð, Kolbeinn Tumi og Helgi Rapp og þjálfararnir þríeykið Andri Júliusson, Aron Imi Pittisson og Alexander Aron Davorsson. Leikurinn er að fara að stað hérna. Víðismenn byrja með boltan. Þá hefst þessi leikur undanúrslitin í B-deild Lengjubikarsins og Víðismenn eru komnir strax hérna í sókn. Mikael kemst inn í þetta. Mikael hitsar hann en Martin nær honum ekki. Páló niður á Briggs. Það má gaman að segja fyrir því að þessi liði voru saman í þriðjudeildinni fyrra og þar sem að Káramenn unnu deildina en Víðismenn fóru upp í aðra með þeim. Það munaði nú ekki miklu á þessum tveim liðum, voru ekki bara 2 stig. Já. Þannig að þetta eru svona, gaman að segja, lið, svona frekar jöfn lið bara. Briggs kemst inn í sendinguna Þórs þarna, hann er ekki Halldór minn á. En ég er nokkuð vissum að þetta er held eitt ef ekki það lið sem að hefur oftast verið sýnt hérna hjá IA TV. Já. Kári Víðir er mjög oft í gegnum tíðina verið. Þeir eru búin að mætast 28 sinnum í gegnum tíðina. Eiginlega alltaf saman í deild. Það þeir fara mjög mikið bara saman upp eða saman niður og Já. ég held að Káramenn hafi ekki náð að vinna þá í fyrra, eða er ég að Jú, þeir unnu unnu útileikinn en Já. það var 1-1 jafntefli hérna heima. Þannig að þetta eru bara mjög jöfn lið og hafa eiginlega alltaf verið, sko. já. Páló hann er að losa hann fram en gengur ekki.
Mikael sparkar hann fram. Boltinn endar út af. Svo ágætis mæting í stúkuna í dag. Já, það er ekki jafn margir voru hérna síðast en Nei. fólk er að það í sumarbústaðum Já. á leiðinni. Það er gaman að segja fyrir það er dregið á morgun í 6. úrslitum í Já. Mjólkurbikar karla og það eru mjög margir sem vilja sjá skaliðir mætast í að Kári. Það væri rosalegt að fá það þetta inn í höll. Já. En þá kemur kannski upp einhver pattstaða milli félagana. Það eru nú ansi margir leikmenn sem eru svona í láni í rauninni frá í Káraliðinu. Já. Það er áhugavert að sjá hvernig það færi. Myndi mann ekki bara leyfa að spila? Jú, ég held að annað væri fáránlegt. Kristján Sleggsending, Bryggs kemst inn í þetta en Marteinn potar hann út af. Fidalgo með skiptingun yfir. Þeir halda bara boltanum við mennir. Bryggs fer hann fram hjá þeim í nokkrum. Setur hann út á Kristof á. Kemur bolti fyrir Bryggs. Nú er bara komin hann inn í. Sama Óskar Vasilevski er ekki með í dag, Helmar. Nei, hann er veikur víst, kallinn. Vonandi nær hans að fljót. Já. Mikilvægur. Það er missir fyrir Káramenn, það er það alveg. Fínt setningarna, Mattias með góða sendingu upp. Kapteinn á. En Bryggs gerir vel hana, sendur á bróður sinn. Sjáum, það er ágætis mæti ekki á Víðis, mönnum þetta. Já, það er gaman að sjá. Alexis missir hann, Þór á Mána. Marteinn. Kemur Hector í skotið. Új. Vel varið hjá Hörðu. Joaquín. Boltinn í ennþá í leik. Það kemur Þór. Bolta fyrir. Þessu endar hjá Hector. Joaquín gerir vel hana. Sparkar hann fram. Mikael við staðsettur. Tómas nær hann ekki. Koma Víðismenn. Kristof á. Dó Pálo. Spilum hann bara niður. Víðismenn eiginlega bara búin að vinna boltan fyrstu 6 mínúturnar. Joaquín út á Gratton. Kemur Gratton aftur. Boltan fyrir. En hann er kemst fyrir þetta. Marteinn missir hann, ekkert á þetta. Bara í skotið. Kristján ver hann vel hana. Marteinn eitthvað að kvinka sér hérna inn á. Já. Sýstur í leið með hann. Mikael. Erfið sending. Þannig að Víðismenn eru mjög ákveðnir hérna á fyrstu minnunar. Já. Káramenn þurfa aðeins að ná stjórn á þessum leik. Það
Það hefur verið mikið skorað í þessum leikjum síðustu ár. Já, Það ekki, varstu ekki að já, skoða meðaltali rúmlega 4 mörk í leik. Já. Skoruð. Það er ekki slæmt. Það er sem ekkert nýtt hjá Káramönnum. Nei. Joaquín Hreinsar, þessi fyrir upp í. Sjáum að Joaquín er búinn að vera í víði alveg síðan 2022. Tók eitt tímabil með Sindra. Þar var hann er reynslu mikill markmaður. Hann er mjög góður, myndi ég segja. Já. Fyrir svona neðri deildir á Íslandi. Benni. Máni nær ekki halda honum. Daniel sendur niður. Máni kemst inn í settinguna. Við erum að éta þetta. Új. Það var góð hreinsun hana. Þá kemur Úros. Þessi Serbneski framherji sem var að spila í Azerbaijan, okkur skilst rétt. Já. Hann kom til Víðismanna bara í fyrir, þetta er annar leikurinn hans. Já, er það ekki? Þetta var að stoppa leikinn hana. Andri Júl ekki sáttur. Hver er meittir hana? 26. Það er Róbert William. Já. Hver er hana? Er þetta öklun eða hamstring? Já, við hefum verið að sjá hérna allavega í síðustu 2 leikjum svolítið slæm meiðsli átt sér stað hjá Geston. Það var hérna KFS leikmaður sem að já, hann var eitthvað rósald. Hann var talið að hann var bara heppinn að halda einhverjum. Hann missi ekki höndina þeim. Já. Já, það var eitthvað. Og svo var leikmaður Fylkis sem að viðbeiðsbrotnaði í síðasta leik. Það er svoleiðis? Já. Þannig að Hvaða leikmaður var þetta? það var góð spurning. Ég man ekki eftir alltaf. En kom inn á 1 stund og fór aftur út af, en vonandi Já, það var Halldór Jón Sigurður. Já, það er rétt. En vonandi í lagi með Róbert, en mér sýnist að hann þurfa að fara út. Já, og skipting. Það er skipting hérna eftir 10 mínútur. Og þá er þetta slott, eins og maður segir hjá þeim, búið. Já. Eitt af þeim. 1 af 3. Það er reynslu mikill leikmaður, Hamad Obafemi Laval sýnist mér sem kom inn á. Hann er búinn að vera í Kára síðan að ég man eftir mér. Búinn að vera í Víði. Búinn að vera í Víði fyrir ekki. Búinn að vera í Víði síðan að ég man eftir mér. Já, gríðarlega öflugur leikmaður. Já, hann er með 171 leik. Ekkert mark. Vonandi kemur það bara ekki í dag heldur. Hann er búinn að vera í Vestra. Nei, hann var í Vestra fyrst, svo fór hann í Víði 2021. Já. Sjáum hann kemur hérna í vinstri hafsendinn og eða hvað? Nei, kemur Mattias og Martein út á Þór. Þóra hægri. Já, já. Hann er með sjálfstraust eftir síðasta leik. Já, sendur hann yfir á Svein. Móni Tómas halda honum. Mikael setur á langan. Erfið sending. Ágætis hugmynd. Alli vill fá mér að flæða á boltan, ekki ánægður hann á hliðinni. Joaquín sparkar hann bara fram. Úros sterkur í loftinu þarna. Siggi Jóns mætir í höllina, vel tanar eftir enni titilinn á Spáni. Jú, loksins kominn heim. Já. Satt fastur í 2 daga hana. Vel gert hjá Benna. Ásand Aron Ími. Já. Flugvöllurinn í
Barcelona. Aron á bekknum? Já. Hver situr hann með krosslaðar? Það hlýtur að já, það er Aron. Já, það er hann. Daniel heldur honum vel. Kristof á boltinn út af. Kristján stígur hátt upp. Matti. Mikael Rapp gerir vel hana. Stígur á boltan. Tómas. Hann leitar hlaupinu en Martin í stutt. Það er að koma á Svein. Slöggsendingarna en Martin að vinna aftur. Hendi. Nei. Nei, hann dæmir ekki á hana. Alexis á Úrós. Hlaupið, rangur. Gíslin er bara undan. Kristján. Þungsending. Gísli Fannar. Briggs kemst inn í þarna. Hann var líka í liði ásins í fyrra. Já. Skotið. Gratton. Nei. Hann sá ekki úr á sannan mánuði. Þá kemur hann er ösku fljótur nefnilega. Wow. Cameron Briggs. Hann er fljótur. Briggs bræðunir. Snöggir hann að koma úr bandaríska háskólaboltanum. Já. Gratton á Úrós í skotið en beint á Kristján. Mattias. Mikael upp á Þór. Svolítið erfitt hana. Káramenn er ekki að finna þessar opnur eins og það hafi verið að gera. Það fyrir að gera þetta vel allavega. Spila út úr þessu. Mikael upp á Hector. Þór. Missir hann. Tómas. Hector í hlaupi. Smá miskilningur þarna. Já. Joaquín aftur upp í. Þetta er nefnilega aðeins og lítil öll. Já. En meistaraflokkur karla Ía mun spila sín fyrsta heimaleikinn inni á miðvikudaginn á móti Vestra. Þar sem að grasið er ekki leikhæft. Káramenn eru brasi en Tómas gerir þetta vel. Þetta er erfið sending og Gísla hana. Ekkert á þetta.
Kemur Alexis. Er þetta einn af tvíburunum? Nei. Þetta er Alexis. Já. Fer ekki fram hjá Sveina. Sveini. Þetta er bara brot. Þetta er bara brot. Hann bara heldur Hann bara áfram. Inn á völlinn, drengur. Já. Díaz með honum. Skotið, það er reikt. Þetta var vel gert hjá Sveini. Út af. Sveinn hefur engan til að senda á, hann kemur Hektor. Hvað? Þetta var skrítið sending beint á Úros. Kármann er sofandi hérna. Gert hjá Þór. Kemst inn í þetta. Mikael sendur bara beint út af. Mikið af feilsendingum hérna hjá báðum liðum upp að leiks. Fyrstu leikur Káramanna í annar deildinni er laugardaginn 3. maí hérna í höllinni á móti Þrótti Vogum. Þannig að það er Og Víðismenn eiga Víking Ólafsvík. Víking Ólafsvík heima. Þannig að þetta er síðasti eða næst síðasti fyrir eftir hvað lið vinnur þennan leik. Já. Leikur, undirbúningsleikur að segja fyrir þetta mót. Hvenær er 16 lið í bikarnum? Það er ekkert tímann seinna. Já. Seinna inn í maí. En ef það fyrir jafntefli hér þá fyrir við beint í vítaspyrnukeppni. Er það svoleiðis? Já. Ég er með það 98% staðfest. 60 liða úrslitin eru 14. og 15. maí. Já. Laval kemst inn í þetta en hann flyttur hann bara fram á Hektor. Drengur. En Hektor með slagað sendingu á Briggs. Pressa þetta Briggs. Já, Hawking kemst inn í þetta. Hann tæklar hann út af. Menn svolítið hérna, og maður segir shaky. Já. Svolítið á fyrstu mínúndunum. Ég vil fá Þór Lóres meir í boltan. Mikael yfir á Svein. Máni. Þeir eru með Mihic. Reynir að finna Mána aftur en gengur ekki. Pressa. Víðismenn leysa vel út úr þessu. Daniel upp á Alexis. Gísli gerir vel hana. Þetta er innkast sem Víðismenn eiga. Með langt innkast. Benni skallar hann, þetta er markspyrna. Já. Jú. Ég var að tala um hann Óla Tryggva daginn og hann var að spyrja mig hérna
það sem að önnudildin svolítið jöfn og hefur oftast verið það. Hver finnst þér, Hilmar, svona verið líklegasti til þess að fara upp úr þessari deild? Já, vá, það er mjög góð spurning. Er þetta ekki, sko, þetta er alltaf KFA að vera sterkir. Já. Hörður Snævar þjálfari Dalvíkur eða ekki? Hann þjálfa núna? Hann já, ég held að þeir, sko, þetta er bara mjög erfið spurning. KFA vera sterkir, Káramenn vera sterkir. Já, Grótta og Dalvík Reynir, þeir féllu úr fyrstu dildinni, eða ekki í fyrra. Grótta verða alltaf sterkir líka. Hvað sagði, Grótta og Dalvík féllu þeir ekki. Þetta er nefnilega gríðalega. Svo Stefán Ómar og félagar í Hötturhuginn, það er sínd við en ekki í Já, heldur betur. Þannig að þetta verður bara mjög jafnt, það er mjög erfitt að segja. En það er það sem við viljum hafa, þetta kemur boltinn fyrir. Stekkur Benni manna hæst en Gratton sparkar hann burtu. Já, við viljum hafa hana frekar jafna, það er skemmtilegra. Þetta er í rauninni 12 mjög svipur lið. Já, ég myndi segja það. Káramenn verða allavega í efri hlutanum. Allavega með undirbúningstímabili, það verður verið mjög góður. Heldur betur. Svo má ekki gleyma Víking Ó, Gabriel og Kristó félagarnir þar. Já, heldur betur. Það er eitthvað spilna út á kanti. Það er Daniel Benítez sem tekur hana. Bolti fyrir Inda Mikael sem sparkar hann bara aftur á Daniel. Þá kemur Mattias. Já. Laval sækir á honum. Mattias aðleit hann. Það gerir þetta vel. Reynslu mikil tækling. Fljótt en Briggs er þar. Þeir eru snöggið tilbaka viðsmenn. Mikael skiptir yfir á Svein. Martel með slaka sendingu á Úros. Stjáni. Kristján er vel staðsett þarna. Hann hefði nú getað skotið í fyrsta. Já, Úros hefði nú getað skotið líklegast í fyrsta þarna. Káramenn er ekki búin að kveikja á sér. Samkvæmt Gísla. Nei. Ég er svo sem sammála honum. Mattias missir boltan hana, Alexis gerir vel. Val. Nei, þetta er kannski eitt af slakasta sem við séð að Kármennum í vetur. Svona þessi fyrstu 26 mínútur. Kannski að vera ópeppast eftir fylkisleikinn? Já, það er hægt á því að menn eiga menn á sig niður eftir svona sigur. Gert hjá Hektori. Kemur Marti Theodorsson. Hann kemst fram með Briggs hana, gerir vel. Kemur boltana fyrir. En það var enginn nema víðismaður. Spila vel hana. Stjáni ákveður að fara ekki út. Og kemur Briggs. Rétt ákveður held ég. Fer fram hjá Mána. Briggs. Setur hann út á Markus sem að táar hann yfir. Þetta var dauðafæri. Hann hefði líka átt að fara í skoti bara sjálfur. Ég held að Markus þurfti að taka hann utanfótar að hægri hann. Sjáum þetta aftur hérna. Briggs gerir þetta vel. Setur hann út á Markus. Eða hvað, táar hann? Já, táar hann yfir. Skrítið finnis.
Markus Máni var þriðji markahæstur í þriðju deildinni fyrra, eða ekki? Jú. Einhver 14 mörk. Hann búinn að vera að skora svolítið síðustu ár, var í Árbæ líka, var að skora þar. Hann með 14 mörk í fyrra. Já, það býsna gott. Sigurjón Logi með 12 markahæstur hjá Káramönnum. Tómas missir hann á hættulegum stað, kemur Úrós. Tómas stennir hann bara aftur. Ekkert að þessu. Ekkert að þessu, segir dómarinn. Ja, nýtum þetta. Koma Káramenn. Þór fer fram hjá honum hana. Þór Lorenz í vinstri. Það var hot. Var þetta? Hann verið þetta. Þetta var fín sókn. Já, sjáum Gæti þetta að Þór hana. Þór fer fram hjá þessi Kristóf á hana. Já, hann verið þetta. Dómararnar í dag, við glemdum að fara í afnáðningi. Já. Dómarinn er Guðni Páll Kristjánsson og aðstoðardómari 1 er Guðni Freyr Ingvarsson, aðstoðardómari 2 er Milan Djurovic. Þór með hornið. Saman Káramenn er svona King gerir vel. ekkert að þessu. Benna, skemmir skoti, laust skot, Hector Bergman. Skoplar honum fram hjá hana. Joaquín vildi fá eitthvað á þetta. Mikael Kast fyrir Káramenn. Hector niður á Benna. Færum hann niður. Verðum yfir á Gísla. Það er allt uppi á Sveini hérna. Gísli með fína sendingu á Svein. Þessu drengur. Sveinn Svavar nær og haldur hann inn á. Laval heldur hann inn á, gerir vel hana. Alexis þunga snertingu og nær ekki haldur hann inn á. Heldur rólegur hálftími hérna Hilmar í byrjun. Já. Ekki svona, maður er ekki vanur að sjá þetta á Káramönnum. Nei. Máni setur hann upp yfir vörnina. Kristof á gerir vel hana. Markus nær ekki að taka með sér. Þór setur hann niður. Nú þurfum við að fá okkur í lappir. Gísli aftur á Kristján. Ísmenn pressa en Káramenn er að leita ágætlega úr þessu. Hector ekki tilbúinn. Ekki klára hana. Máni klópaður. Gratton gerir vel. Daniel. Kemur Alexis. Laval. Hidalgo setur hann yfir. Benni með þetta. Benni með hits. Vel staðsettur. Tómas. Mattias. Hector fær hann hana. Briggs gerir þetta ekki vel. Kemur Hector Bergman. Hver kemur utan á hann að Matti? Mattias, Hector Bergman. Nei, það farið í hann. Boltinn segir dómarinn. Já. Boltinn segir Guðni. Já,
Já, var ekki rétt hjá honum. Sjáum þetta aftur hérna, Briggs Hector er með líka með mistök. matta utan á sér. Hector, Það getur verið galið að gefa hann. já, þetta er bara rétt. Bara tegur boltan að það. Góð vörn. Mjög góð vörn. Dominik. Gratton í fyrsta, út á Kristófa á. Þór í vörninni. Fidalgo vippar mann á Alexis sem að er að setja fyrir Markus Máni. Wow. Það er ekki hitta hann og skýtur hann framhjá. Þetta var dettari. Já, vel spilað hana hjá Víðismönnum. Flott vippað hann á Fidalgo og hann bara hittir hann ekki. Nei. Alls ekki nógu vel. Víðismönnum að koma sér í færi. Þetta er aðeins á opnastuna. Gísli. Sem að Víðismenn er að pressa og bara Fram á Hector gerir vel. Mattias, Tómas enn og aftur að missa hann á miðunni. kemur úr Ross en föst sending hjá Gratton og Káramenn hefnir hann, hann nær hún ekki. Mikael. Benni með hit, sko ætla hann að gera. Mána. Virðist verið eins og Víðismenn sé að matcha á því frábært hjá. Það er Martin Tedosson sem á þessu snertingu þarna. Þorlóres. Hann komur boltana fyrir, gerir það en Fidalgo er þarna. Þór fær hann aftur. Út á Mána. Við erum að reyna að færa hann yfir. Tómas. Mattias. Kemur Sveinn. Tómas. Káramenn er að reyna að finna eitthvað hérna. Það gengur ekki. Slögg sending. Það voru mjög mikið að misjafnum sendingum í þessum fyrri hálfleik með báðum liðum. Máni. Mattias kemst ekki fram með Laval. Benni með mitt gerir vel hana. Þetta er Káramenn eiga þetta innkast, segir Guðni. Já. Það sé bara rétt hjá honum. Sveinn Svavar ekki alveg að kveikja hann að Káramenn eiga innkastið. Lítið hreyfing. Vitlaust innkast, það er sagt. Það er ekki oft dæmt að þetta. Nei. Þetta er sekt, já. Þetta er sagt í sektarsjóðun. Sveinn var nálega efna því að vinnur þess að skeppna í Netto í Borgarnesi. Já, vel gert. Þetta er vel gert hjá Briggs. Já, Káramenn eiga nokkra leikmenn inni. Þeir eru með Marmar Hilmar, Sigurðan Loga á bekknum. Já, þeir eiga svo Sigur Hrannar. Hann var að eignast strák, við skoðum til að mikið það. Já, til að mikið það og átti ammæli líka daginn. Átti ammæli daginn, þannig að stór vika hjá honum í síðustu viku. Káramenn eiga hann algjörlega inni og Sigurðan Logi á Óskar veikur, Finnbogi meiddur, þannig að Álgert á Martini. Það vantar nokkra pósta. En þetta er þess að kannski í fyrst skipti í langa tíma sem að Káramenn eru með alvöru breidd í hópnum. Já, það er síðan bara, ég veit ekki hvenær sko. Alveg síðan ég var á bekknum. Síðan þið fóru
Síðan fóru upp úr þriðju deildinni. Hvenær var það aftur? Ég er ekki alveg með þetta á hreinu. Það var 2018. Þá var alvöru breytt í þessu líka. Og svo fyrir það líka þegar Lúlli var með liðið. Já. Það var alvöru breytt. Fidalgo lyftur honum upp. Gísli og Sveinn spila vel á milli sín. Sveini. Viktor. Já, Karmen halda honum. Máni út á Mattias. Þung sending hana á Kristjáni. Fidalgo kemur hann á Markus en Benjamin Mihits er bara... Hann er gríðarlega mikilvægur þarna. Já, maður leiksins í síðasta leik. Já. Alveg frábær á móti Fylkismönnum. Enn og aftur. Já, þetta er... Misefni sending. Koma víðismenn. Kristof á, reyna að senda fyrir en Mikael er hann að kemst fyrir þetta á, það er hot. Það er Daniel Fidalgo sem tekur hotspinnuna. Kemur bolti inn. Benjamin Mihits fleitur hann áfram. Briggs fer í skotið. Þetta er langt fram hjá. Þór upp á Martein. Martein með sem var út af. Mér þetta er mjög líklegt að bæði lið myndu gera skiptingu í hálfleik bara. Þetta er búið að vera frekar flatt bara í báðum liðum. Já. Lítið að frétta. Ég held að víðismenn séu nokkuð ánægðir með þessu stöðu í hálfleikum en já. Við höfum alltaf séð lítið af þeim í vetur. Við höfum alltaf vitað hvað Káramenn geta og þeir hafa ekki verið að spila á pari hérna fyrir hálfleik. Nei, eins og þjálfari Fylkismanna sagði eftir leika að það væri helvíti að spila móti þessu Káraliðin í höll. Já. Sem er bara alveg rétt. Já, þeir eru sínum degi, það var þetta erfitt. Vinna lið eins og Fylkis sem var í efstu deild í fyrra þegar Káramennum voru í þriðju deild. Það er mjög gott. Strákar, þetta gerir þetta ríkalega vel en stinn út af. Var hann? Ekki alveg viss. Sveinn. Herðu. Máni Berg hana í hættulega tæklingu. Það leit ekki vel út. Guð spjald á Mána. Þetta sé bara hárrétt. Já. Takkar undan hana. Sjáum þetta aftur. Ekki frábært touch á Mána. Nei, mjög þungt. Já, stígur á hann. En Alexis er staðinn upp. Víðismenn spila þess bara stutt. Kemur Briggs og Alexis. Þeir eru alveg vel spilandi. Uppið hérna fyrir Úros. Hann er rangur. Já, eru að spila vel út úr þessu víðismenn. Virðast svona vera einhvern veginn að mæta Káramönnum í þessu leikir sem að þeir eru að spila. Já. Káramenn hafa ekki verið að fá þannig lið á móti sér. Nei. Þetta er í rauninni fyrst skiptið sem að
Kármenn gera glæða hann að Tómas hann halda honum. Þeir pressa út allan völl. Mikael upp á Hektor sem tekur hann niður, gerir vel. Út í breidd. Máni út á Svein. Næ, misskilningur. Misskilningur hana. Laval og Markus. Markus missir hann. Gert að Mána. Koma þær í pressunni, Laval pressið vel hana. Mattias þarf að setja hann alveg niður á Kristján. Benni og Marteinn og þeir spila vel út úr þessu. Hektor gerir vel hana en Joaquín kemur út úr markinu. Og Gísli má ekki láta skoppa á hana. Skoppar í af og Gísla hana. Gísli sterkur. Fær innkastið, gerir mjög vel. Gísli Fannar búinn að vera frábær í vetur. Já, hann er búinn að bæta sig gríðarlega mikið. Bara í fyrra og í vetur. Úrós, stór hana og sterkur. Michael Briggs. Pálo út á Cameron Briggs. Martin kemst inn í sendinguna, þá kemur Þór Lorenz. Pressa á hann. Þetta er vel gert. Kemur bolti fyrir. Úrós inn í boxinu en nær hann ekki. Sveinn má ekki missa hann. Sveinn missir hana. Michael Briggs með boltan. Kristján gerir vel hana, mjög vel. Vá, þetta var tæft maður. Já, það var ekki nógu gott hjá Kármennum. Sveinn á bara neklunum upp hann. Sveinn eitthvað dóla sem er boltan hann á. Michael Briggs gerir þetta mjög vel. Kristján loka markinu vel. Já. Taka þetta stutt. Fidalgo með háa sendingu. Hektor eitthvað hoppar hann skringilega. Briggs og Laval út á Fidalgo. Skemmur boltan fyrir. Það er Kristoffer Há sem skallar hann rétt yfir hana. Sjáum þetta aftur. Góð sending á Fidalgo hana inn í bóksið og Kristoffer Há Martins. Skallar hann yfir. Sko, Víðismenn hafa alltaf verið svona fysikali, erfitt að mæta þeim og Káramenn eru aðeins undir í baráttunni fyrst mér og hoppa upp á tæklingum og svona fara ekki almennilega í þetta sko. Fara ekki almennilega í þessi, ná í. Já, þá er Þannig með hann að Tómas Týr. Tómas er reyndar Gerir aldrei hræddur við að fara í návíi. Nei. Svo líka Víðismenn eru svona aðeins stærri skrokkar en Káramenn. Já, eins eldra og reyndara lið. Já. Þór og Nú Marteinn. pláss. Kemur Tómas. Mattias. Fær hotnið náttúrulega. Nei. Nei, segi Guðni. Yes. Það getur ekki verið bætt við mikið hérna. Nei. Það var ein meiðsli hann reyndar í byrjun Já, leiks. Þannig að þetta er nú ekki mikið, held ég. Einn, tvær. Já. Kín. Já, það var búið. 1 mínúta. Það var einn. 0-0 í hálfleik í undanúrslitum Lengjubikars karla í B-deild. Við komum aftur eftir örskamma stund með seinni hálfleikinn í þessum leik.
Já, verið velkomin aftur í þennan seinni hálfleik. Kára og Víðis í undanúrslitum Lengjubikars karla, B-deild. 0-0 í hálfleik. Bara lítið sem ekkert sem hann gerði sér raunni. Nei, það var óða lítið færi og þetta var bara eiginlega hundleðilegur fyrir áli. Já, það er bara, tölum bara hreina íslensku hérna, þetta er bara hundleðilegt. En sýnist vera skipting hjá gestunum. Eða hvað, er það ekki? Jú, allavega inn. Sýndist leikmann nr. 7 hafi verið að labba hérna meiddur út af Alexis Alexandrenni. En við sjáum ekki alveg. Nei. Þarna kemur ykkur inn á. Leikmann nr. hvað? Við sjáum ekki ennþá. Ég ætla að gíska 19. Ég held að Já, er þetta 10? Ég held að þetta sé Já, ég syns það. David Toro Jimenez. Leikmaður ársins fyrir það. Leikmaður ársins í 3. deild karla. Hann er komin inn á. Hann ætti nú að vera að byrja í sliðið alltaf eðlilegt held ég að. Já, kannski var hann bara að koma tilbaka eftir meiðsli eða kannski var hann bara að koma aftur frá Spáni eða eitthvað leys. Og koma gestirnir. Káramenn halda áfram að gefa boltan. Markus á Gratton. Boltið þetta fyrir Úros en Tómas Týr kemst fyrir þetta. Þór Tómas barkar í Úros og sækir innkast. Engin skipting á Káramönnum í hálfleik en menn eru farnir að hita upp. Svo eru tveir hann í þetta. Boltinn endur hjá Kristján í markinu. Benni með langar fram hana. Laval kemst inn í hann. Setni. Máni Nei, nær að halda honum hana. Kýri vel. Mattias aftur á Mána. Benni Káramennir halda honum aðeins núna. Mikael Rapp setjar hann yfir á Þór í fyrsta. Þetta er erfið sending hérna. Fyrir framhjá yfir eitthvað. Hlynur Sævar leikmaður í er með stilt inn á Káramenn. Hann mætir aldrei í höllin að horfa á Kára og finnst miklu betra stilt inn á í. Já, eins og mörgum. Já. Og Kín. Benni vinnur hann en fyrir svona yfir hann hana. Þór. Marteinn, Tómas en Fidalgo kemst inn í þetta. Hann er búinn að vera mjög flottur í dag, 14. Já. Daniel Benítez Fidalgo. Já, hann er búinn að vera mjög flottur. Benni upp í þetta. Pakkar hann. Hún sé hausminni. Já, já. Hlynur Sævar skallið hana. Já. Fyrsta sendingin á David Toro Jimenez er út af. Hann átti eitthvað undra mark á móti Víking í bikarnum eða eitthvað. 70 metra mark. Já. 70 metra langt. Sæll. Já, meðundur. Já. Smá. Það er ekki ofta logn þarna við í garði sko. Nei. Og ekki. Og þeir vilja hafa grasið svolítið illa slegið. Já. Svolítið mikið gras. Matti. Það kemur Mattias. Fer á Laval. Fellur hana við. Það er ekkert á þetta. Nei, þetta var svart. Briggs. David. Jimenez hana. Þá var hann fram. Frábæra sendingu á Markus. Nær hann þessu eða, hann er að ná þessu. Snöggur að Markus Máni. Kemur boltar fyrir. En Kristján kallar hann Örugur. Jú.
Sveinn Svavar. Var þetta tricks eða? Þetta var bara, segjum bara að þetta hafi verið viljandi. Gerir ágætlega úr þessu. Koma Káramenn, Mikael. Þór kemst ekki fram hjá Kristóf Ána. Ætlaði að kloppa hann. Já, þú sagði henni með síðasta leik að Þór á svona 2-3 kloppaði leik. Já, það er enginn komin í dag, Hann á en það inni er þá. bara varla búinn að fá boltan. Nei, Herðu, Markus. Tómas með lél touch. En Benjamin með hitt, sópar þessu upp. Mattias reynir að koma hann á Hector en Haldi hana. Laval hann að vel staðsettur. Víðismenn hafa nú alltaf verið með svolítið, já, Mattias reynir hann að svolítið mikið af útlendingum í liðinu sinu, en við erum að sjá kannski það er ekki mikið rótering kannski á þeim. Þeir eru að sækja leikmenn sem eru í langan tíma. Já, þeir Já. haldast vel í Já, hjá þeim. við sjáum að Joaquín, hann ekki með Mattias. Mattias er að skora! Já! 1-0 fyrir Káramönnum. Matti. Klárar þetta vel. Sveinn Svavar hann með stóðsendinguna, sýnist mér. Það voru Káramenn komnir yfir. Þetta er mikilvægt að fá mark í leikinn. Sjáum við það, Tómas. Sveinn Já. setur hann í fyrsta á Mattias. Klárar Fer þetta. aðeins úr stöðu hann að Hammedin sem verður til að opnið sending í gegn. Já. Kári 1, Víðir 0. En kannski færi smá lífi í þetta, loksins. Já. Mattias er búinn að vera virkilega blöður líka í vetur. Hann er að þetta er svona fyrstu leikinn hans í meistaraflokki, Já, er það ekki? hann er 2006 mótil, hann er Máni er 2007, Matti náttúrulega sleit crossband held ég. Var það síðasta sumar eða, já, ég held að það verið síðasta sumar, eða svona fyrir, hann misti held ég af öllu síðasta sumri. Eða svona meiri hlutan. Já. Mikael gerir vel hann að Eða 23, ég man ekki alveg hvað, hann er alltaf búinn að slita crossband en er búinn að ná sér vel eftir það. Já. Hendi. Sveinn. Já, mér sýnist hann að hafa mist af öllu 23. Já. 24 spilar hann allavega, já, nokkra leiki hérna með öðrum flokk. Hann mun vera með Kára í sumar og öðrum flokk sem er bara flott af því hann er mjög efnilegur strákur og þarf að fá smá reynslu í meistaraflokksbolta. Á samningi hjá meistaraflokk kalla í eða ekki? Jú, ég myndi alltaf það. Eins og margir. Já. Benni með hitt senna, sparkar með börtu en kemst ekki inn í þetta. Markus Máni, eldsnöggur. Kemur fyrir en Þór er hérna, Marteinn tekur hann niður. Þetta er bara aukaspyrna. Þetta er bara aukaspyrna. Já. Og spjald. Björgvin Freyr. Björgvin Freyr Larsson. Það fá guldspjald. Já. Það er bæði liðið komið með spjald. Máni Berg fekk guldspjaldi fyrir hálfleik fyrir að stíga á Alexis sem að fór svo út af í hálfleik meiddur. Örugglega bara það. Já, ég held að það sé bara það. Mikael Hrafn. Þór Já, þetta og var gert. Marteinn. En Já, hvað? Briggs kemst inn í þetta hana. Björgvin sparkar hana fram. Benjamin reynir Þetta er hugmynd satt. Það er góð bolti. Já. Sveinn var að leita hlaupinu inn á við. Joaquín sparkar hann fram. En Sveinn tekur bara mót honum. Fer að stað. Já. Já. Matti þarf að vinna tilbaka. Nei.
Jimenez gerir þetta vel, sér hlaupið en Kristján er vel staðsettur hana. Stjáni með Erfið sendingu með hægri hana. Fidalgo, erfið sending hana. Já. Káramenn leiða hérna eftir rúma 10 mínútur í seinni hálfleik. Sérst að Matti og Martin hafa skipt stöðu í fyrri hálfleik. Já, Þór. Cameron Briggs með frábæra tæklingu hana. Matti kominn hægra megin þar sem hann var á móti Fylki og Matti fannst mér vera mjög sprækur allavega. Við vorum alltaf tveimur fleiri líka á móti Fylki en hann var mikið í boltanum seinni hálfleik allavega. Fór mikið í gegnum hann. Já. Ekkert rautt spjald komið í þessum leik sem að kemur smá óvart bara. Já, það mun ekki koma í dag held ég. Nei, vonandi ekki. Björgvin setur hann upp á Úrós sem að tekur vel á mótunum. Slær til hans. Þú verður að dæma á þetta, Slær Björgur. Mikael. Það ætlar ekki að dæma á þetta. Haus að hóta að stoppa leikinn. Úrós fyrir skotið. Þetta er Káramenn er brjálæðir. Getið fengið að sjá þetta? Við sjáum þetta þurrið nægt sem á. Já. Úrós er alveg skrokkur. Björgvin lyftur hann upp og já, hann slæðir hann bara. Slægir hann bara. Já, kalla hann upp í kerfið. Myndbands dómgæsla í Lengjubikarnum. Hann er ekki að fara. Nei, þetta var bara Víðismenn vilja fara á sjúkrabílinn. Svona í djóki. Stúkan. Stúkan þarf að segja. Það eru góði brandarar. Já, Káramenn bara með boltan. Mikael heldur bara fram Úrós. Fyrst afsökunar, þetta er nú flott. Já. Drengileg framistæða hérna. Gísli Fannar upp á Laval kæfti inn í þetta. Tómas bara Laval skallar hann. Briggs Þetta var vel gert hjá honum. Marteinn undir Þór. Þór sé flippið af fjær. Oj. Erfið sending hana fyrir í Máni á gulu. Máni Berger á gulu. Það passa sig. Og Björgvin Larsson líka á Víðismönnum. Þá kemur Skufljótur Sveit líka. þarna er brot bara, já. Sveit liggur. Já, upp á hlýna þín. Sveinn liggur. Sveinn er snöggur, já. Þetta er bara ykkari. Bara hugst með það. Gísli setur hann. Hræðileg spyrna. Já, léleg spyrna hana. Það er allir að fara í hlaup líka, enginn að mæta. Gert hjá Sveini. Kemur Jimenez með utanfótar sendingu en það er bara Benjamin Mehic. En áttur. Máni upp á Benna. Benni sér hlaupið. Þetta er erfitt. Men allir hérna í báðum liðum að reyna að úrslita sendingu. Alltaf. Úrslita. Laval er snöggur. Hann er mjög snöggur. Sýnist vera skipting í vændum hjá Káramönnum. Sýrón Logi að koma inn á. Gæti verið Máni Berg sem fer út af, hann á gulu spjaldi. Þetta er líklegt. Tómas. Hann er Máni. Nei. Hausinn á Tómasi hana. Verður að stoppa þetta hana. Þetta var fast. Jó, Tómas hristi þetta bara á sér. Hver á boltan, það er spurningin. Já, voru ekki Káramenn með hann? Jú,
Kármenn voru með hann. Mikael svo hlaupið hann erfitt. Jimenez reynir að setja hann í gegn en Mikael tilbaka á Kristján, Markus sækir á honum. Tómas vel gert eða hvað, Gilli erfið sending hana. Kemur Michael Briggs. Gísli brýtur á honum. Jesus maður. Það er tvöföld skipting á Kármennum. Þeir ætla að bíða eins með hana. Er það Marin og Hilmar? Já. Það er sjálfsögð. DJ-in sjálfur. Líka skiptingar á við. Jú. Kemur David Jimenez. Vill fá vegginn aftar. Fær það ekki. Nei. Ekkert. Kemur spinnan, tekin stutt. Fær hann aftur. Skotið. Vá, þetta var vel gert hjá Þetta var honum. mjög vel útfærð aukaspinna. Kármenn er bara ekki vakandi hérna. Léleg sending á Mækaranum. Já. Marteinn Björgvin heldur honum. Fidalgo fer fram hjá hann hérna bara mjög auðvitað. Já. Gratton með spilin út á Markus sem er að koma Markusinn. sér í skot. Gerir það! Rétt fram hjá. Sjáum þetta þurr. Markus gerir þetta vel. Kemur sér í skotfæri boltinn er rétt fram hjá. Það er að skiptingarnar. Það eru Hector Bergmann og Martin Theodorsson sem er að fara að velli hjá Kármönnum og nú koma Sigurjón Logi og Marin og Hilmar. Svo er það Uros Jemovic sem að fer út velli og hver var hann líka? Svo stöða Hilmar. Sá það ekki. Það er hérna leikmaður með 17 Kristof Á Martins og það eru Sigurjón er kominn hérna fram bara fyrir Hector og komið með bandið. Það var Dusan Lukic nr. 5 sem kom inn á og leikmaður með 19 Haraldur Smári Ingason. Já. Og sjáum við það. það var eftir á bekknum Helgi, Kolbeinn og Börkur. Já. Ekki fullur bekkur á Kármönnum í dag. Nei. Og Kasper líka. Kasper. Varamagnaðurinn. Ói. Briggs kemst inn í þetta. Máni. Breitmáni minn. Þór Lorenz. Mattias á Mána, Þór. Góð bolti, Mike. Kemur Mattias. Út á Þór. Þór tekur við honum. Og inn í. Enginn á fjær. En Sveinn er að halda honum inn á. Hittir hann ekki. Marin og Hilmar. Grimmur hana. En Jimenez kemst inn í þetta. Máni þarf að passa sig, já. Enginn hana. Enginn nema Joaquín. Hann elskar að sparka. Já, Þetta þetta var bara geggjaður frábær sending. Markus Máni, Mikael Hrafn á mótunum. Kristján gerir vel hana. Og öskrar sína menn í gang. Sending fram hjá markmannum. Alvöru sparkari. Já. Lorenz líka. Óóóó. Sjáum hvernig
Kristján bara fær hann er bara skýt beint í fangi á Stjána. Kemur Jimenez. Svolítið opið á Karmanum. Briggs. Þarna fellur Hver er með sig? Mikael reynir eitthvað annað. Hver er meiddur? Gísli. Nei. Jú. Gísli. Hristir þetta sér. Haraldur. Boltinn út af, heyrðist mér. Jú. Já, Haraldur Smári var líka í liði ásins í fyrra. Hægri bakvörðurinn. Gísli, það er spurning. Það er ekkert að hann. Nei. Gísli setur hann upp. Við erum svolítið að setja hann hátt á matta sem er ekki sniðut. Nei. Haraldur. Ekkert að þessu. Niður, jú, Nei. Mér sýnist Helgi Rafn verður að gera sig líklega hann kom inn á. Ok. Kemur Daniel. Með slaka spennu í rauninni. Sveinn. Kloppar Briggs hana en Jimenez. Tímapunkturinn til að reyna að kloppa. Alls ekki. Kemur Briggs. Michael Briggs. Skærin og út af. Góð tilraun svo sem. Þetta er bara erfið. Mikael gerir leysir vel út úr þessu en Björgvin vinnur hann skallabolta. Þá kemur skiptingin. Helgi Bergþórsson að koma inn á. Gísli Fannar. Ottesen fer á velli. Nei, hann ætla út af. Jú, hann ætla bara. Mækarinn fer út af. Mikael. Já, og Gísli fer vinstra megin. Bryggsson hann sér hann og fleitur hann fram á Mattias. Björgvin sækir á honum. Mattias heldur honum samt. Gerir þetta frábælega. Smá heppni í þessu en Sigurlogi. Bryggs, Sigurlogi fyrir skoti. Þetta er á laust. Þú var það vel gert hjá. Frábært hjá Matta hana. Smá heppni en. Þetta hefði verið geðveikt mark. Já. Kári á þetta. Sjáum þetta hérna. Björgvin ræður ekkert við hann. Újá, þetta er bara vel gert. Fyrir framan myndavélagan líka. Allt fyrir grammið. Já. Og íslenska fótbolta á TikTok. Já. Menn vilja fá klippur á sér þar. Já. Kemur spinnan. Já. Þetta var áhugavert. Já. Tómas í pressuna, gerir vel. Mattias heldur honum. Nýtum þetta. Missir ferilega í Tómas hana. Þetta er svolítið teygt á Káruliðinu. Já. Það kemur Markós. Helgi gerir vel, tegir sig í hana.
Það er Briggs og Jimenez. Bolti fyrir Gísli skallan í burtu. Sigurjón nær að halda honum. Já, þetta er erfitt. Jimenez sendir hann á engan. Brjálæður. Gísli og Sigurjón. Þetta er skrýtin sending hérna. Erfitt hvernig Káramenn er að byggja upp á marki. Marno Hilmar búinn að líta í boltann síðan kominn á en gerir þetta vel. Benjamin Mihits potar hann fram hjá Briggs þarna. Benni á hjólinu. Briggs er snöggur og Briggsarinn er nefnilega líkalega snöggur. Cameron Briggs. Vel gert hjá Marno hvernig hann býr sér til smá tíma til að gefa sér pjón. Núna eru 2 setta bræðurum inn á, einn í sitt á liðinu. Sér á lagi. Marno tekur hann bara niður, setur hann hátt upp í loftið. Það er enginn nema Víðismenn, Tómas og svo Þór í skotið. Þetta er bara mínus. Þetta er svo hátt yfir. Þetta fór yfir græna. Já, sjáum það ekki hvernig degi. Nei. Kín. Benjamin Mihits. Benni tapar valla skalli. Nei. Gísli upp í loft. Dómar sá það ekki. Hann sá það ekki. Nei. Það heyrðist mér þess að. Já. Briggs. Stundismenn Víðis ekki ánægð með hann. Jimenez. Haraldur. Ekki það þessu, vel gert. Nei. Sigurjón Logi. Heldur honum. Nei. Slöksending. Máni kætti nýta Marno. Já, næstu í hana. Svo mikið næstu í hana. Já. Þessa stundina. Björgvin sparkar hann fram. Benjamin Mihits vinnur hann bara sjálfsögðu. Bara ég Danelgi. Júrits. Vel gert. Marri með tíma. Marno Hilmar. Tapar honum. Tapar hann á miðjuna. Rúmar 20 mínútur eftir þessum leik. Já, það er lítið búið að gerast líka í seinni hálfleik. Þá erum við búin að fá 1 mark. Þetta er búin að vera svona bara klafs og næstu því svolítið bara. Já. Áfram með þetta. Já. Þetta er bara ekki búið að vera skemmtilegu leikur. Nei, þetta er bara ekki búið að vera skemmtilega leikur. Það er bara rétt. Vel gert hjá Hlinsævar að taka þetta með öðru augunni heima á sér heldur en að mæta í höllina. Það er alltaf að mæta í höllina. Jæja. Styðja sína menn. Hinn eru kósí kall sko, það vill vera heima á sér. Já. Hann er undirbúið sér fyrir leik á miðvikudaginn. Já, maður setur virðingu á það. Þetta er bara... Þetta er ekki nógu gott í Kára, það? Nei, það er sjaldan sem við segjum að það sé ekki nógu gott og leiðilegt í Káramönnum. Það er bara... En það er nú nóg eftir. Já, já. Briggs á Grotton en Sveinn sparkar hann fram alla leið tilbaka á Joaquín. Sparkar hann bara fram aftur og Sveinn. Marri hefur tíma hana. Marno Hilmar tekur hann niður. Finna Sigurjón. Sigurjón hittir hann ekki. Mattias var með honum hana en hann vinnur hann aftur. Tómas. Káramenn halda núna. Gísli á Þór. Þór reynir að fara fram í honum hana en
held að Sigurður Logi væri með honum. Svo sé smá þreyta í Káramönnum. Já, geta alveg trúað í Spiluðu hvað, Fylki á fimmtudaginn. 4 dagar enda milli leikja og nýkomnir á æfingaferð. Máni Þetta er bara aukaspyrna. bara tekið niður hana Jimenez. Það taka þetta snöggt en hætta við. Nei. Já. Máni, Marno. Gert hjá Mána. Þetta er betra. Þetta er aðeins betra. En aftur niður bara, Tómas. Máni, Tómas aftur. Þetta er vel gert hjá Kára. Tómas týr í skot en Lorenzen. Þór Lorenz, hvað ætlar hann að gera? Hún langaði að fara í skotið. Já. Máni, Helgi. Ætla að fara með hann, hann opnar allt. Sendingu. David Jimenez kemur Alltaf núna. Káramenn hlaupa tilbaka. Helgi fljótu tilbaka og truflar Jimenez hann. Jimenez Markus Máni með boltan. Benni sækir að honum, lokar sig vel. Káramenn loka vel hann. Káramönnum fljóti niður. Já. Briggs. Gratton. Út á Harald. Björgum með boltan fyrir. Gísli skallar hann burtu aftur á Harald. Káramönn aðeins á söfara. Setur svona fjær, það kemur Toro. Hann hefur ekki verið, var þetta ekki 10? Jú, Hann hefur ekki verið. hann er bara ekki búinn að vera góður í dag. Það er bara, skulum ekkert vera að skafa að því. Besti leikmaður þriðjudeildarinnar í fyrra. Ég hef ekki gískað á það, Nei. ég hef ekki vitað það. Ég hef ekki sett, já. Maður held að Fidalgo á nr. 14 var með henni. Já, hann er búinn að sögur. Kannski að það skipta Kannski er hann að koma með slum eða hvað. Já, já. Hann er bara, Ég gera lítið úr því. það er svolítið stutt í mót. Það er stutt í mót. Það eru 13 dagar í mót. Kemur Mattias. Hann var nóg eftir í tanginum allana. Mattias á fjær og Marno Hilmar. Marno hætti við skotið hana. Hvaða hík var þetta? Þetta var skrítið Vinnur hann aftur. á Mattias. Mattias skorar! Mattias að skora sitt annað mark. Matti Hann á bara þetta mark. Mattias Daði Gunnarsson eiga frábæran leikinn í dag. Matti er nefnilega alvöru gæði. Já, sjá hann gerir þetta vel hérna. Lágan Klárar þyngdarpunkt. bara í fjær. Frábært markið á honum. Það var kallað ykkur á Börkur og Kolbett sýnist mér. Er allavega, veit ekkert hvort sem kom inn á. Það er allavega, Jú, ég held að Börkur kom inn á allavega. spurning. Það verður nú gaman að sjá góðlæðin inn á. Já, mér sýnst bara báðir verður að koma inn á. Báðir að gera sig klára. Fidalgo. Þetta er ekki búið en þetta er já langleiðin að komið á Káramönnum í dag. Briggs sækir að Sveini. Búið að vera alvöru baráttu á þeim í dag hérna á Já, kantinum. Fidalgo en Sveit kemst inn í þetta. Sigurður Logi. Káramann eiga nóginni. Marno á Mána upp á Mattias og út á Sigurður Gert hjá Loga. Mattias. Briggs er hérna eldsnöggur og sækir að þeim. Sigurður Logi fyrsta á Marno Hilmar. Hann er aðeins fyrir aftan hann hana. Hann er hann ekki, þess að fór upp í. Það var erfið sending. Já. Marno var eiginlega bara aðeins of snöggur hérna. Það kemur skipting hjá báðum liðum. Matti út, fær ekki þrennuna. Nei, Mattias fer út af Og Máni. og Máni og það er sniðut. Marri fer niður. Já. Það eru Börkur Bernharð og Kolbett Tumi sem eru að koma inn á. Þá voru allir varamenn
Kára komin inn á fyrir utan varamarkmanninn. Nú þarf að skipta markmann. Víðismenn eru að gera skiptingu líka tvöföld, er það ekki? Það er svoleiðis, jú. Jú, það er Cameron Briggs og Daniel Benítez Fidalgo sem að fara velli. Þeir fóru nú báðu bara mjög sprækir í dag. Já, hvað sagður? Daniel og Cameron Briggs. Já. Ágætis leikur hjá þeim í dag. Og það eru sjáum ekki alveg númerinn. Já. Kristoffer Snær Jóhannsson, númer 54. Ég myndi nú gíska, það sýnist hann bara vera einn eftir. Þórir Guðmundsson, númer 43. Það voru allir varamenn hjá báðum liðum komin inn á. Já, nema markmennirnir, þeir bara fá ekkert spila. Máni flottur í dag líka að Kára. Tómas. Nú koma varamennirnir. Ég held að Kári hafi farið í undanúrslit í fyrra líka í Lengjubikarnum. Tapað móti Þrótti Vogum hérna í höllinni. Já, það getur vel verið. Mér minni það. 2-1 eða eitthvað. Bolti fyrir. Gísli gerir vel. Maranó. Sigurjón. Björgvin kemst inn í þetta. 10 mínútur eftir. Á þessum leik. Káramenn er á leiðin í úrslit Lengjubikarsins. Kemur Jimenez. Bolta fyrir. Hættuleg bolti á Markus Mána. Hann er að mikka munin. Markusinn. Frábær sending. Já, þarna sjáum við gæðin hjá David Jimenez. Þetta var vel gert, sjáum við aftur. Fleitur hann bara hana flott hlaup hjá Markusi. Þetta er bara perfekt yfir Benjamin og Kristján í skóahlaupið hana. 2-1. Það verða áhugaverðar 10 mínútur eftir leiknum. Þessum eru búin að bíða eftir alla leikinn. Já. Gísli, þá koma víðismenn í pressu. Gísli með lélega sendingu hana. Björgvin. Kemur Jimenez og Laval. Kristoffer. Skiptingin yfir á Harald, en Gísli kemst inn í þetta og Þór nær hann ekki. Þetta var nú frekar auðvelt á Björgvin hérna. Vel gert. Gratton skiptir yfir á Víðismenn fá smá búst hérna með þessu marki. Þóri held ég. Já. Kemur bolti fyrir Gratton. Þeir eru að jafna! Nei! 2-2. Þeir eru að skora 2 mörk hérna á Hvað er að gerast þetta? Á innan við 2 mínútum. Þetta var gríðarlega auðvelt hjá víðismönnum. Það er fyrirliðinn Pálo Gratton. Sæll, þetta var alveg maður. Káramenn bara hættir. Voru bara hættir. Þeir voru bara komnir í finalinn. Já. Þetta er ekki búið. Þú segir að við förum í beint í vítaspyrnukeppni, er það ekki? Jú, ég er svona... Ég er nokkuð viss um að það sé rétt hjá þér. Já, ég held að... Nóg eftir. Þetta er... Börkur. Marno Hilmar orðinn pirraður. Þannig að fá spjald hérna, getur vel verið... Nei. Nei, þetta er ekki spjald. Nei. Þá kemur aukaspyrnan frá Jimenez. Þeir hafa verið hættulegir í fyrstu leikjum. Já. Alls konar útfærslur.
Kemur fyrirgjöfin, hættuleg bolti. Beint á Kristján. Já. 2-2. Þór. Langan á Sigurjón Loga. Ekki rangur. Sigurjón. Sér á sterkur í svona. Hana, skilur hann vel. Tómas. Á Benna. Niður á Helga, þetta er Vá. tæpt. Þór. Lítið sést í þessum leik. Já. Sigurjón Logi á Marno. Tómas og Helga. Kemur Helgi Rafn á Börk. Börkur fyrir. Setur hann í utanverða stöngina. Rúmar 5 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Það lítur að vera einhver aðeins lengri uppatími í seinni hálfleik. 4 mörk og já, Margar bara skiptingar. 10 skiptingar held ég. Svoleiðis. Benjamin Mehits vinnur hann að sjálfsögðu. Kolbeinn vinnur hann, setir boltan. Sigurjón Logi. Eindan. Sigurjón Logi. Nei, hvað? Hann bara hikar svo mikið. Þetta er bara markspyrna. Hann var með hann í dauðafæri á vinstri. Já, dauðafæri á vinstri. Eða pútur hann yfir á Börk. Og hann gerir ekkert. Vel gert að kolla hann af Mjög vel gert. flikinu. Kemur markspyrnan. Joaquín. Benni með heits aftur bara. Já. Benni vinnur alla boltan. Haldur tekur hann niður. Að finna Markus en Benni bergar hann fram. Þarna á Börkur að vera en Helgi gerir vel. Missa það, nei missa hann og koma víðismenn. Tómas reyna að brjóta á hann en þá kemur Pálo Gratton til skotfæri. Vá, þetta var ekki galið. Kristján gerir vel hann. Benni pressaður hann af Gratton. Stjáni það má aðeins að slaka á í markinu sko. Kolbeinn tekur niður, gerir vel. Börkur Stingur. Næstu á Svein. Briggs gerir vel hana. Börkur kemst inn í sendinguna. Kolbeinn. Marno, Sigurjón. Kolbeinn í hlaupinu. Þetta er bara lélegt. Þetta er bara gríðarlega lélegt hjá Káramönnum. Sigurjón Logi skuggina sjálfsögurinn í dag. Já, hann hefur oft verið betri. Laval með langa sendingu. Gísli vinnur hann. Gett hjá Gísla. Marno. Áfram með leikinn, dómari. Ramsta Káramenn með boltan samt en já. Áhugavert. Gísli reynir að finna hlaup. Sér hlaupi á Þór Lorenzanda. Fínn bolti. Þór heldur hann minna á. Þetta er engin. Þetta var bara skrítið. Björgvin á Briggs. Það var Laval. Káramenn hálfpressu einhvern veginn. Benni sjálfsögðu. Benni, hvað er hann búinn að tapa skalleyfi eða? Nei, það held ég ekki. Benni og Marri í sama svæðinu hana. Rólegur Gísli minn. Gísli að bara láta hann fara hana. Hann sparkar hann upp í loft og þá kemur Helgi Rafn, gerir vel hana. Þór, þetta er menn eru bara í böllinni það. Sparkar hann upp í loft hérna hægri vinstri. Skotið, Þetta var áhugavert. Saman þetta þarna. Hann reynir skotið hana okkur 30-40 metrum í merkið. Slána. Já. Hann ætlaði að reyna að skora aftur eins og móti Víking. Gekk alls ekki. Hún kemur Kristján. Sparkar hann fram. Marno, já, truflar hann hana. Kolbeinn. Marno gerir vel hana. Gert þeim bara. Upp á Kolbeinn, já, endar hjá honum. Kolli reynir að fara fram hjá hann. Briggs hann gerir flotta setningu. Svitsvavar. Nei! Engin með honum hana.
Geðvik sending að Kolla. Kolli með flotta innkomu. Já. Boltinn upp í. Carmen fá boltan hana á miðjunni. Fara bara strax að stað. Tómas Týr. Sigurjón Logi. Kolbeinn! Kolli dauða. Boltinn fellur ekki fyrir hana. Káramenn eru óákveðnir. Tómas. Þetta er allt þetta hjá Kármennum hérna. Þriðja markið. Ekkert að Sigurjón Logi fellur bara hana. Þór ekki brjóta. Setur pressuna. Víðismenn gefa ekkert eftir í. Lukic. Sækir innkastið vel hana. Þetta er alveg að vera búið. Venjuleg uppáttími. Já. Venjuleg leiktími segi ég og svo uppáttími. Og við teljum að við förum í vítaspyrnukeppni strax að leik loknum. Já. Þór flytur hann á Markús. Markús er búinn að vera flottur í dag. Benni með mig eins og Börk. Benna maður. Börkur á Kolbeinn. Kolbeinn verður að halda honum. Setur hann í svæði en það er Briggs. Gerir þetta vel. Þá koma gestirnir frá Garði. Þórir, þar er Helgi, hann setur hann upp í fyrst. Laval. Kemur Kristoffer, sendingun á Lukic, Lukic skilur hann eftir. Rangstæða. Já, við förum beint í vídeó. Það er staðfest. Ef þetta enda svona. Benni langan á Kolbeinn. Kolbeinn gerir vel. Fleitir hann á Sigurjón Loga. Nú verður Sigurjón Loga að gera eitthvað. Hann er rangstæður. Var Kolbeinn rangstæður? Þetta er menn er að láta sér heyra í stúkunni. Furðulegu dómur. Það er Sigurjón. Sigurjón geti hafa verið rangstæður hana. Mjög tæft alla hana. En búið að dæma. Kemur Jimenez, setur hann yfir á Harald sem er alinn. Markús er með honum hana. Strákar, ég trúi þess ekki. Boltinn fyrir, Benni með hits. Mættur Tómas. Bara beint á Toro Jimenez sem að kemur boltana fyrir á Lukic. Skallar hann út en þeir renna hann inn í tegnum. Þá kemur Börkur. Kolli er rangstæður. Eða hvað? Hleyptu Kolli! Briggs kemst inn í þetta og gerir þetta vel. Gerir þetta bara fáránlega vel. Búinn að vera frábær í dag. Það er ekki ástæðulausu en hann var í liði ásins í fyrra. Þetta er ekki hendi. Laval rennur hana fyrir. Það er smá tími. Þetta er alveg að vera búið. Kannski rúm 1 mínúta eftir. Boltinn á Sigurjón. Sigurjón tekur hann. Nei. Hvað? Hræðilega snerting. Tíminn er að renna út. Stefna í vítaspyrnu keppni. Hvað bætti hann 3-4? Já, held að það hefur verið eitthvað svoleiðis. Kemur Gratton á Þóri. Þórir sækir hotnið. Er fá hotn. Það geti verið eitt mögulega síðasta færið. Það var David Toro Jimenez sem tekur hafspyrnuna. Kemur boltinn á fjær yfir allan og þá flautar hann þetta af, held ég. Já. 2-2 í venjulegum leiktíma. Káramenn komust 2-0 yfir og Víðismenn jöfnuðu með 2 mörkum á mjög stuttum tíma hérna á 80. mínútum. Þetta er... Já. Við erum á leiðinni í vítaspyrnukeppni. Það komið smá tími sem við fórum í vítaspyrnukeppni í höllinni. Sko, Káramenn fóru í vítaspyrnukeppni á móti Augnablik
einhvern tíman held ég í þessari keppni. Já, kannski fyrir 2-3 árum síðan. Já, svona 4-5. Já, við það. Og ég held að Káramenn hefði tapað þeirri vítaspyrnukefni. Já. Mér minni það. Já. En þeir sem að fara að taka víti hérna hjá Káramennum í dag myndi ég halda að veri Þór Lórens, Marino. Já, Sigurjón Logi myndi ég halda. Já, Kolbeinn myndi ég skjóta á. Þannig ég ætla alltaf Tómas, ég ætla að skjóta á það. Já, Matthías Daði skoraði bæði mörk Káramanna á 51. og svo 77. mínútu. Þá komist Káramenn í 2-0. Víðismenn jöfnuðu svo með mjög stuttu millibili. Markus Máni skoraði á 82. mínútu og svo jafnaði fyrirliðinn Pálo Gratton á 83. Bara rúm 1,5 mínútu eða svo milli marka. Já. Káramenn algjörlega brotnuðu bara þarna við fyrra markið. Og hafa verið mjög ólíkir sjálfum sér í dag. Já, það má segja það virkar svona orku litlir meðan við leikina hérna Prísisson. Kannski eitthvað smá þreyta í þeim eftir fylgisleikinn og eitthvað verðina. Já, en við erum á leiðinni í vítaspyrnukeppni sem skemmtilegt fyrir áhorfendur. Já. Þannig að það eru fyrirliðarnir komnir að ræða við dómarana hver byrjar og hvaða mark verður notað og svona. Já. Það er betra að byrja. Það er betra að byrja. Tölfræðin segir það. Þannig, en svo held ég nefnilega að hann sé góður í markinu hjá víðismönnum í vítunum. Engin Dino Hodgson samt sko. Nei, engin Dino Hodgson, en okkar maður Stjáni sé líka seigur. Já. Spurning hvernig það við kast aftur. Sjáum hverjir byrja. Það er skotið að markinu hérna næst nýja vallarhúsinu. Já. Ekki að Langaþandi. Já, liðið sem að vinnur þessa vítaspyrnukeppni fer áfram í úrslitaleik Lengjubikarsins B-deild og mæta þar Hetti Huginn á laugardaginn næsta. Og svo er leikur á Káramönnum fyrsti leikur í annarri deildinni á laugardaginn eftir það, 3. maí á móti Þrótti Vogum, eða ekki? Jú. Hérna í höllinni. Svo er reyndar leikur í höllinni á miðvikudaginn í vestri í bestu deild karla. Leikurinn byrjar klukkan 6. Það er verið að hvetja fólk að vera tímalega að kaupa sér miða. Það komast ekki allir að í höllina. Það eru víðismenn sem að byrja að spyrna. Kristján Hjörvar í markinu. Káramenn tóku hérna vítaspyrnukeppni í æfingaferðinni og þar var Matti vítaskytta. Heldur hann ekki klikkað víti. Hann vann allavega keppnina. En hann er farin út af. Ég veit ekki hverju voru. Það er Markus Máni sem að tökur fyrsta víti. Kristján Hjörvar í markinu til varnar. Hvað gerir Markus? Kristoffer! Kristján Hjörvar er að verja! Auðvitað vera. Las hann þarna rosalega. Sá byggaróði. Vílík varsla. Það er Þór Lórens sem að tekur fyrsta víti Káramanna. Þór Lórens spyrnumaður góður. Hann hefur ekki tekið mörg víti samt held ég árin. Sjáum að Jakín er að ná í boltan. Nær honum ekki. Nei, Þór. Hann vill fá að prófa. Hann á bara að vera á línunni, þetta er bara spjald. Hann vill fá að prófa boltan.
Þór bara glemdi því. Farða á línuna, vinnur. Hagar sem aður. Hann ætlar aftur að fá að skoða hann. Hann er að skoða hvar hann setur á punktinn. Þetta er bara guldspjald, þetta er bara komið út í algjörðu vitleysu. Guldspjald, já. Hann er í hættu að vera bara sendur í sturtu. Hvaða leikþáttur er í gangi? Boltinn þarf bara að vera yfir punktinum. Já, þetta er ekki Endinn á flókið. boltanum má vera yfir punktinum. Þá kemur Hann Þór klappar Lorenz fyrir honum. Þórðarsson. Hvað gerir Þór? Og skorar! Þvílíkt víti! Þór Lorenz lætur hann heyra. Hann vil fá að... Hvað er hann að biðja eiginlega? Ég veit það ekki. Stuðningsmenn Víðis eru ekki... Hann er ekki ánægður með þetta. Nei, hann er... Saman þarna víti. Frábært víti. Það er fyrirlið Víðismanna. Pálo Gratton sem ætlar að taka. Kristján Hjörvar varði fyrsta vítið frá Markusi Mána. Gerði það vel. Þá er önnur spyrna Víðismanna. Nú voru Káramenn eitthvað að öskra. Þetta er áhugaverð tilhlaup. Já, kemur spyrnan. Kristján var mjög nálægt þessi heyrði smellinn. Hann var í honum hana. Nú fær hann boltan. Hann fær boltan. Alveg. Menn eru að rífa þarna með þessa samherjar. Marino hefur nú tekið nokkur víti fyrir Kára gegn tíðina. Já. Skoraði... Þá fær hann bara annan bolta. Skoraði allavega á móti Árba hérna 23. Já. Neldan í miðuna. Það er eina víti sem ég man. Staðan er 1-1. Víðismenn eru búin að klúðra einu víti. Káramenn að taka sitt annað víti. Það er Marino Hilmar. Marino Hilmar skýtur beint á hann. Þetta var ekki gott víti. Joaquín sá fyrir honum hana. Las hann alveg. Það er 1-1. Báðir markmenn búin að vera 1 víti. Þá kemur David Toro Jiménez fyrir Víðismenn. Leikmaður ásins í fyrra. Jó. Kristján búinn að vera varðið fyrsta, var í seinni. Já. Sjáum að menn er að taka skrítin tilöppina. David Toro. Frábært víti, já þetta var örugt. Setur Kristján í vitlaust. Svo bara Joaquín þarf alltaf að ná í boltan. Þetta er bara einhver versti leikþáttur sem maður hefur séð. Kristján Feður var alltaf nær í hinn boltan. Þá er fyrirliði Káramanna Sigurjón Logi sem að tekur þriðja víti hjá Káramönnum. Staðan er 1-2 fyrir Víði í þessari vítaspyrnukeppni. Joaquín er bara tæpur að vera að fá sér út annan gullspjaldina. Hann er á að vera á línunni. Þá kemur Sigurjón Logi fyrirliði. Hvað gerir hann? Þetta er bara hræðilegt víti. Vel varið hjá Joaquín samt sem aður. Þetta er bara mjög laust og svolítið bara dapurt víti, það má að segja. Bara ekki nógu gott víti því miður. Nei, alls ekki. Því miður fyrir Káramenn. Þá er Víðismenn að taka fjórðu spyrnuna sína. Það er Kristófer Snær, varamaður. Kristján Hjörvar verður eiginlega bara að verja þetta. Já, þú verður að verja þetta, vinnur. Svo gerir! Yes! Kristján Hjörvar er að verja þetta! Auðvitað verður þetta drengurinn. Frábær markasla. Kolli næstur á punktinn. Vel varið drengur. Stjáni er búinn að verja 2 og Joaquín 2. Káramenn eiga spyrnu inni. Geta jafnað. Kolbeinn Tumi Sveinsson. Kolli er líka spyrnum aðgóður. Já. Myndi ég segja. Og hann hefur alveg tekið mörg víti held í gegnum tíðina. Í öðrum flokk.
Ekki mörg í meistaraflokksbolta. Mörg í hálfleik að hita upp. Joaquín að segja eitthvað og reyna að komast í hausinn á honum, en hvað gerir Kolbeinn? Joaquín við þetta bara, þetta er ótrúlegt. Við erum að sjá alveg hræðileg víti á Carmenum. Hvað? Ég held bara ef að Kristján verið þetta ekki þá er þetta búið. Já, var það ekki? Þetta er 5. víti. Sjáum þetta hér. Alveg. Rist, beint á markið. Já, tapurt. Varið. Hvað ætlar ekki að taka? Hann jú bara ætlar að taka þetta Hann ætlar að sjálfur. taka þetta sjálfur. Joaquín ætlar að taka þetta sjálfur Jæja. og reyna að tryggja Víðismönnum áfram í úrslit Lengjubikars karla í B-deild. Hann er búinn að vera óður hérna í vitakeppninni. Hann er bara svo að taka markspyrnu hérna. Já. Hvað gerir Joaquín? Hvað gerir Kristján á móti Joaquín? Hann fer undir hann. Þetta var lélegt víti en það dugar þó. Hann vann hennar leik fyrir það bara. Já, Joaquín heldur betur vann hennar leik fyrir þá. Víðismenn á leiðin í úrslit Lengjubikarsins í ár. Þetta var ekki gott víti. Nei, Stjáni fær hann aðeins undir sig. Já. Þeir fagnar svo. Já, þetta var, Ég veit ekki hvað. já, Carmen bara ekki góður í dag. Það er bara til miður þannig. Þeir Til miður. áttu eiginlega ekki meira skilið út úr þessum leik. Þeir komist á 2-0 yfir og Þeir að 2-0 átti nú að vera nóg hann, 10 mínútur eftir. slökna á þeim. Til miður. En Ég skal sjá mörkin. Það er fyrsta mark Carmana sem var vel gert. Matthías Daði sem skorar. Og svo skoraði hann aftur. Hann gerir líka vel, klárar hann í fjærhornið. En svo komum Víðismenn tilbaka á 82. mínútu. David Toro Jiménez með frábæra sendingu og Marko sem að gera þetta vel. Svo jöfnuður mínútu seinna. Það var fyrirliðinn Paulo Gratton sem gerði það og svo unnu Víðismenn í vítaspyrnukeppni. já, En við segjum þetta bara fínt hérna úr Akraneshöllinni. Víðir fer áfram í úrslit sem er verða á laugardaginn. Það verður á móti Hetti Huginn. Við verðum aftur einhvern tímann vonandi fljótlega. já. En við IA TV þakka fyrir sig í dag.